Já, góðan dag. Ég heiti Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir Og ég heiti Ágústa Þorpsdóttir. og við ætlum að kynna fyrir ykkur hérna Íðorðasafn lýðheilsufræða sem er verkefni sem við höfum unnið að í hvað? Þrjú ár? Já, nokkur ár. Já, nokkur ár núna. Og erindið okkar í dag heitir Lýðheilsa í brennidepli og við ætlum að fara eins með ykkur í gegnum ferilina af því hvernig við höfum unnið að þessu Íðorðasafni og svo förum við svona aðeins í fræðilegri eða Ágústa fyrir svona fræðilegri umræður sem eru kannski svona skemmtilegar, sérstaklega svona með við þá tíma sem við lifum núna. Það sem ég langaði að kannski byrja á er að segja ykkur aðeins frá stöðu Íðorðasafnsins. Efst er náttúrulega hlekkur í Íðorðasafnið sjálft. Þar sjáið þið sem sagt, ef þið farið inn á þessa vefsíðu þá getið þið fundið þetta sérstæða safn lýðheilsufræða sem getur verið gott, sérstaklega í ritgerðarskrifum og allt sem tengist námi í lýðheilsu og það kemur náttúrulega orðið svo víða við. Já, það er inni í Íðorðabanka stofnunar Árna Magnússon í íslensku fræðum. Það er hægt að fara styttri leið bara íðor.is og það er hægt að skoða allt safnið. Það er flett á því. Já, nákvæmlega. Ég er þarna með hlekk bara í safnið sjálft, beint safnið sjálft lýðheilsufræði. Nú, mér langar bara aðeins að segja ykkur, við erum breiður hópur fræðila í Íðorðanefndinni. Við erum með aðila úr 3 deildum Háskóla Íslands, úr Háskólanum Reykjavík, embætti landlæknis, Hagstofunni, Krabbameinsfélaginu og svo stofnun Árna Magnússonar. Og við leitum eftir að við höfum farið í gegnum ferlið að rýna í orð í innan okkar hóps. Þá leitum við til breiðs hóps álitsgjafa eða rýna og þá sendum við þennan lista sem við erum svona svolítið ásátt sátt við og þá leitum við alveg til allra deilda innan Háskóla Íslands, víða innan Háskólans Reykjavík, Háskólans Akureyri, Bifrastar, Hagstofunnar, embættis landlæknis og þar er lýðheilsu og sóttvarnasvið Krabbameinsfélagið, SIBS og fleiri aðilar sem við höfum leitað í. Já, og þetta er mjög mikilvægt þegar að ræða svona fagsvið þar sem orðaforðinni notaður mjög víða land að það sé sátt orðin sem við notum. Þetta er gæðamál. Já. Við eigum þá þetta víðtæka samtal og samstöðu orðin og við kippum þetta til hliðar ef við erum ekki orðin sátt þegar það kemur á útgáfudegi sem er alltaf að menntakvika í hvert ár. Og í dag erum við að bæta við 60-70 orðum til viðbótar við 107 orð sem við höfum verið að vinna síðustu árin. Mér langar líka aðeins að segja bara frá ákveðinni þróun sem á sér stað. Það er samrunni við Íðorðasafn í lýðheilsufræðum sem við erum að vinna að og svo erum við líka að vinna með svona skilgreind orð sem embætti landlæknis hefur svolítið mikið verið að vinna með og hafa svona merkt hjá sér sem eru orð sem þurfa að vera líka til svona skilgreind á íslensku. Langum að bæta við, faraldsfræðinni er mjög tengd og það er mikill kostur bara að láta það renna saman en þá er ekki verið fólk að fletta upp hvað segir faraldsfræðin og hvað segir lýðheilsan. Það er meiri styrkur að hafa þetta saman. Þetta er gott mál. Já, við erum rosa ánægð með þetta. Já. Herðu, en hvaðan spretta þessi orðaskilgreiningar sem við erum að taka fyrir? Við finnum náttúrulega ekki upp á þeim og erum ekki að grípa þetta lausu lofti. Við byrjuðum á fyrir 3 árum síðan að skoða Health Promotion Glossary frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnun eða WHO og þýddum hann nýttum okkur ensku skilgreiningarnar og þýddum íslensku þá stikkorðin og síðan réðist við í þennan Oxford Dictionary of Public Health sem við höfum síðustu 2 árum verið að vinna úr, hann var svo stór og við nýttum okkur mikið úr honum. Þannig að þetta er svona það sem við höfum verið að vinna að á síðustu árum og höldum vonandi áfram með. Vonandi. Já, og svo siktum að taka eitt danskalista. Já, það er svona næsta þreifingar fyrir því. En það kannski má minnast á það að ástæðan fyrir því við erum hér og getum unnið þessa vinnu eru styrkir frá Málræktarsjóði sem við höfum hlotið árlega til þess að halda þessari vinnu úti. Já, og það er mjög mikilvægt að því þetta er vinna og þetta kostar, þetta er tími og peningar sem fara í þetta. Já. Þetta sprettur ekki sjálfur sér. Við vorum að vinna í Allt-Erkuldi til dæmis. Já. Það mátt þú taka við. Já, ég ætla að taka sem dæmi, í þessu COVID ástandi þá komið alveg fjöldamörg hugtök sem tengjast lýðheilsu og almenningur verður sannarlega var við og eitt af því er til dæmis sem kom í upphafi COVID bara strax held ég hefði verið í mars sem verður þá var að tala social distancing og það var miklu umræðan það hvað fyrirbæri þetta væri og það er eitthvað orð fyrir þetta
og fyrst kom orðanefnd lækna með orðið samskiptafélag og það var svolítið farið notað og svo eru mikil gagnrýni og bara Facebook full af athugasemdum að það er gjörsamlega ómögulegt og að fólk vill koma sín orð og það var komin held í 70, eða 100 orð tillögur af því að allir geta búið til bestu orðin. En það voru allir sammála það að social distancing náði ekki kannski Já, einmitt. Svo þetta var spurningin fyrst, ég held að social distancing er ekki heppilegt sem íðorða því þetta það er mjög mikilvægt reyndar í þessu COVID ástandi að passa upp á social hliðina. Að sé og hún breytti þessu heiti og ýtti út social distancing og fór að tala physical distancing. Gæti það bara þessari líkalegu fjarlæga mörkum en taki út þessu þetta social, það má algjörlega vera, það verið í góðu sambandi við aðri því það bjargar líka andlegri heilsu. Ég held reyndar að það hafi ekki alveg skilað sér hingað til Íslands, þessi munur, það er ennþá held ég að vera pegsum hvað að kalla þessa hluti. Og margir sem vilja bara segja þetta sé bíl, en þetta er hugtak sem kemur með og er í rauninni mjög mikilvægt hugtak og skiptir gríðarlega miklu máli. Og það er physical distancing sem máli snýst Já, hérna er bara önnur glæri þetta var fyrst sagt að passa upp á samskiptin, en núna er meiri áherslu að það sé líka alveg fjarlægt fólks og passa að það séu skorður. Fólk sé ekki óklest saman. Einmitt, það er fjarlægt eða nálægt. Erum við ekki örugglega að tala það? Já, einmitt. Skemmtilegt. Og svo hafa alveg fjölmörg önnur orð komið með COVID. Sem eru notuð sem tengist fræðilegri umræðu og þetta eru orð sem komið jafnvel fyrir í reglugerðum og eins og smitgát, samkomubann, sóttkví og mörg undirhugtök þar. Og heimasóttkví. Ég man ekki að það er fjölmörg orð. En síðan sprettur upp alveg gríðarlega fjölda eitthvað svona orðaforða sem kannski meira svona í gríninu og ætti kannski heima svolítið svona í slangurinn eins og COVID-i, sjálfskipaður sérfræðingur í veirufræðum, smit, skömm, þetta er kannski orð sem viljum kannski ekki nota fræðilega þegar það er enginn sem vill rauninni, fólk smitar óvart, skömm hafa smitast og ég hætti að smita öðru en einhver síðan heyrist þetta orð, sóttkvíð, það er miklu meira að tala um sóttkvíða núna en nokkur sinnum áður Hann eykst með tímanum. Hann eykst virkilega En það sem við vorum að reyna að tala kannski maður sóttkví, það var heimkomu sóttkví. Það er svona líka þegar að fólk er að koma erlendis frá, þá er það önnars konar sóttkví og það er verið að skilgreina hana frá. Það er verið að skilgreina einmitt. Það er eins og tegundir af því En þetta er að sama sem gerist í nágrannlöndum. Við erum ekkert sérstök á þessu leyti. COVID-idiot er COVID-idiot, já, og að vera með hamstri skam og hóstebót og það blómstrar slangurorðaforðin í ekki bara ekki okkur, heldur öðrum COVID-divorce og alls konar. Þetta reynir heilmikið á samfélagið, fólk er mikið saman á heimilum sem kannski meira en áður og það reynir á samband og byrjar að hamstra og alls konar viljengur og ótti við það að hósta á nálægt öðrum eða hósta viljandi utan í aðra. Þetta kemur ýmislegt nýtt. COVID-divorce, þetta er náttúrulega alveg brill, en við vonum að segja ekki mikið um svoleiðis. Nei, ekki, einmitt ekki. En hérna getum við einmitt ef við reynum að greina aðeins orðin það er kórónuveiran sem kemur og það er margt sem kemur hérna út eins og sóttkvíin heimasóttkví, úrvinnslu sóttkví, sóttvarna hótel og það er fullt af nýjum orðum sem koma og þetta er einmitt svona dæmi það hvað svona nýtt fyrirbæri getur komið með ný orð en við teljum samt líka kannski á því að þessi orð sem notuð svona í daglegri umræðu og svolítið kannski gríni, við festast vantilega ekki, en hinn eru þeir eru mikilvægari þessi orð sem koma inn eins og smitgát og samkopan og fólk átti sig á því hvað þau merkja og þau verða að vera aðgengileg
að því ég finn alveg þetta ruggla svolítið fólk, hvað hvers konar sóttkví, þú veist, hver munun á þessu öllu, þetta þarf að vera hægt að fletta þessu. Já, það bara mjög mikilvægt. Ég meina, maður veit ekki alltaf alveg hvað þetta þýðir. Og þá kemur orðasafna góða notin. Já, svo gott að hafa svona. Svo ég tala nú ekki mitt. Og ég held að verði samt í langan tíma eftir á, sérstaklega því að við eftir að skrifa, held ég, næstu 10 árin þetta fyrirbæri sem gerist hér árið 2020. Og í fræðilegur umræðu kannski lítið tala COVID, en í daglegur umræðu heilmikið talað það. Já, skemmtilegt orð. Já. En eru við þá ekki bara... Veit ekki allir núna alltaf orðasafnið? Og munu fletta og nota orðasafnið í íðorðasafnið í lýðheilsufræðum alveg greiðilega mikið, ég held það. Já, og það á íðor.is, lýðheilsa og þetta skoða. Það bara takk fyrir okkur. Takk.